Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tankinum ef maður fær sér hafragrautur morgunmat. Og dagurinn bara allt annar. Matur og menning í boði Netto. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Í þessum þætti ætlum við að kynnast Spán örlítið betur. Hann Tóni, vinur minn, ætlar að elda fyrir mig saltfiskinn sinn. Ég ætla að sýna honum uppáhaldssnittuna mína. Hann Júlli verður á sínum stað á Dalvík og hann Elvar Reykjalín í ekta fiski ætlar að sýna okkur hvernig hann verkar heimsins besta saltfisk, en við byrjum í Netto. Í dag ætlum við að hitta hann Tóni inn í Laxdalshúsi, en hann ætlar að elda fyrir okkur uppáhalds saltfiskréttinn sinn. En ég get nú ekki látið kallinn sjá alla vinnuna, þess vegna ætla ég að færa honum norrlenska hráskinku á spönskum hætti með íslenskum osti, en þessi hérna minn uppáhalds í augnablikinu, ljótur. Það nú nánast bara því að nafnið svo flott. En auður líka nýr ostur á markaðnum, frábær ostur. En þegar við erum að velja okkur osta þurfum við að velja það svolítið eftir tilefninu. Að þessi til dæmis blámiklu ostur og svolítið kröftugur og hann á vel við hráskinkuna, þar sem ég ætla aðeins að hrekkja kallinn. En ef við erum nú að fara í kannski mjúka matargerð og setja hann á fiskinn okkar, gratinera létt fiskflak í ofninum, þá veljum við okkur til dæmis mjúkan camembert. En nú verðum við að drífa okkur út á Hauganes til hans Elvars Reykjalín saltfiskkóng í ekta fiski. En hann og hans fjölskylda búin að vera að verka saltfisk svo lengi sem elstu menn muna. Jæja, Elvar, við erum komin á Hauganes. Las Haugas. Yes, Lag Haugas. Þitt fyrirtæki ekta fiskur. Já. Þetta saltfiskverkun hérna norðun með Firði. Já. Og búin að vera svolítið tíma, það ekki? Jú, við erum búin að verka saltfisk hérna meira og minna síðan bara upp úr 1900, sko. Já, það þannig. Afi byrjar og svo pabbi og svo ég og svo 5. kynslóðin að byrja að vinna hérna. Hefur einhverju tölu á hvað búið að verka mikið hér í gegn? Nei, það hefur nú ekki verið skrá. Það mikið. Það slatti? Já. En hvert seljið ykkar saltfisk helst? Sko, svona 60% fara erlendis á Spán. Þeir kunna að meta þessa frábæru vöru? Já, mjög vel. Og reyndar eru að byrja að selja í Ítalíu núna. Já, kann Ítalinn líka að borða bacalao? Já, þeir eru mjög góður í að elda saltfisk og þeir kaupa eiginlega dýrasta saltfiskin frá Íslandi. Það er spennandi. Þannig að maður skreppur til Rómar og á maður þá eftir að detta inn og borða saltfiskur Eyjafirði. Það er mjög trúlegt. Það er að fara bretti frá okkur núna bara nokkuð bretti fyrir jól. Það er yndislegt. Já. En hvernig verkunarsaltfisk? Hvað tekur þetta langan tíma svona frá veiðum og til neytandans? Sko ekta
saltfiskur þarf að vera nokkra mánuði í salti áður en hann er útvatnaður. Já, þannig að það þarf að hugsa svolítið fram í tíman. Já, mjög svo. Og við gerum þetta bara nákvæmlega eins og afi gerði og kendi pappa og pappi kendi okkur og það er bara sama uppskrift og það er ekkert sprautusalt eða neitt og hann fær bara standa og verkast hérna í körum í nokkra mánuði áður en við útvatnum. Þannig að þetta er þolinmæðis vinna að gera góðan saltfisk. Já, það er það, mjög bæði andlega og peningalega. Já, en við ætlum að fara að hitta Tony nokkur frá Spáni. Já, frábær. Og ég ætlaði aðtöku hvort ég næði að plata kallinn í að kenna mér uppáhalds saltfisk uppskriftina sína. Já. Er einhver möguleiki að skæla út úr þér smá bita með? Já, ef þú grætur aðeins með þá skal ég láta það hafa bita. Já, ég held að ég og Tony við eftir að gráta bara hamingju tárum þegar hann er búinn að elda kallinn. Voy a otra fiesta, yo no quiero dormir. Me gusta la noche, su ritmo y su color. El punto de locura que tiene el corazón. Si quieres mi cariño te lo doy. Si quieres todos los días de mí. Jæja, í dag ætlum við að kíkja á salt. Því salt er ekki bara salt og getur nýst sem krydd í leiðinni. Og ég er einstaklega mikill áhugamaður salt og hérna er ég komin með það sem ég fann í skúfunni minni. En það eru 8 tegundir, hvorki meira en ég minna. Já, það eru þessi svona ljósu sölt og svona það sem ég kalla þessi dökku og bragð meiri sölt og það nota maður náttúrulega í mismunandi tilgangi. En Atlantshafssaltið okkar, svona þetta grófa, er gott að setja í kvörn og nota við svona daufari matargerð á viðkvæman fisk og svo framvegis. Nú Maldonsaltið fræga sem búið er að búa til síðan að Rómverjar voru uppi í bænum Maldon er náttúrulega frábært og létt og það er gott að mylja í milli puttana. Það þarf enga kvörn í það. Svo nýjasta dótið mitt í saltskúfunni var salt sem að fæst aðeins í einni námu í heiminum. En það er í Íran og það er svolítið sérkennilega blátt á litin en frábært bragð og ég ætla að leika mér að þessu kannski í kvöld með salötum og svona þegar ég fer að elda fyrir fjölskylduna eftir. Svo er það annað spennandi salt en það er svona með bleikan keim og það kemur úr Himalajafjöllunum og verður svona spennandi þegar við erum með þessa svona framandi rétti, störfræi rétti. Það er frábært að segja litla sögu við matarborðið af góðu salti. Nú þetta bleika hérna eða appelsínugula öllu heldur salt kemur frá Palmeyju í Bandaríkjunum og gefur svona, það er sýruríkara en flest annað salt. Og hér er eitt svakalega spennandi. Það er svolítið blautt, það er mikil lykt en það er unnið með svörtum þurrkuðum ólífum. Frábært salt í öll salöt og náttúrulega elda þessa ítölsku matargerð með ólífusaltinu. Nú enn eitt saltið er kolsvart og er unnið úr hrauni. Það er litað saltið með hraundufti og gefur okkur svona sterkan, ég segi ekki moldarkeim en svona það eru sterkara grillbragð. Og síðast en ekki síst og bragðmesta saltið af þessum 8 sem ég er hérna með í dag og mitt persónulegt uppáhalds er reyksaltið. Frábært á allt kjöt og svona þungan mat og sterk bragð. Og tala nú ekki ef það er búið að opna góða rauðvínsflösku, grilla góða nautasteik, að vera með reyksalt til þess að strá aðeins ofan á steikina í lokin til þess að fá þetta síðasta touch. Jæja, þá erum við komin á Tasca Rincón Canario í Laxdalshúsi til þess að hitta Tony. En Tony, þú ætlar að elda fyrir okkur saltfisk.
Saltfisk fátækramannsins. Fátækramann. Hvað heitir hann á spönsku þessi? Bacalao a lo pobre. Bacalao a la pobre. Pobre. Fátækur. Fátækur. Heyrðu, hvað ertu með í þessu rétti? Það bara svona saltfisku strimla. Já. Blaðlauk, paprika. Papriku. Kartöflu, hvítlauk og olíu. Olíu. Þetta kallað fátæka saltfisku vegna svona forgjöfa í gamla daga það var ekki efni til að kaupa svona stóra bíta. Nei. Þið kaupa bara afgangi. Þetta bara þunnildin og afgangurinn af fiskum. Og svo það sá þér ekki falleg, hvernig það er svona bíta. Þið voru bara að búa til svona rétta, blanda alls saman, sem reyndaði mjög gott. Og þú skerði allt hráefnið niður og steikir svo bara allt á pönnunni? Já, allt á pönnu. Þetta er mjög einfalt, eins og við segja alltaf. Það er einfalt. Þetta er ekkert mál. Ekki mál. Fyrir þessi sem kunna það. Ég ætla að láta þig að vinna alla erfiðisvinnuna í dag og ég ætla að fá að horfa á einu sinni. En þú ert ekkert mjög lengi að matreiða þennan rétt. Er þetta ekki, ekki hægt að koma heim bara rétt fyrir mat og... Já, ég meina eins og stundu fólk búin að gera saltfisku og eiga afgangu. Já. Kannski bara svona eins og ekta íslensku, bara sjóðið með kartöflu og hansadóg eða smjöri. Já. Svo bara afgangu, það getið nota bara svona rétta daginn eftir. Grænmetið í skúfunni. Já. Og vela hvítlaug, er það ekki? Já, það hvítlaug. Það eru sumir svo hræddir við hvítlaug, maður á bara eldan svo litið. Þá færðu ekki þessa hvítlaugsremmu, er það ekki? Já, hvítlaug á leiðinni búin að elda við, það er svona finnum í minna bragði. Já. Heyrðu, og appelsín? Já, ég gleymdi það. Appelsín bara á enda. Já. Það sitja svona smá appelsín. Það frískar upp? Fríska upp og skreita diska aðeins. Já. Ég ætla ekki að láta þeim alla vinnuna. Nei. Því að ég gat náttúrulega ekki staðist að gera eitthvað örlítið og mér langaði sko að fletta saman Eyjafjörð, mig og þig, með eyfisk spænskri tapas-snittu. En við skulum kíkka á það þegar við erum búin að elda saltfiskinn. Við gera það. Við ætlum að búa til bollur sem heita á spænsku, góður í spænsku, albondigas. Og hér er ég komið með fínasta ungunautahakk og brauðrasp, hvítt brauðrasp, egg og steinselju, lauk, salt og pipar og cheddarost. Þessu blöndum við öllu saman, hakkinu, lauknum, brauðraspinu, egginu, steinselja, cheddarostur. Og Spánverjinn tala sérstaklega það að blanda þessu varlega og fallega saman með höndunum. Mér finnst það mjög gott hjá þeim. Mér finnst það magnað. Mér finnst auðveldara og skemmtilegra að elda því meira sem ég geti notað hendurna þá. Maður tengist betur hráefninu og ég held að maturinn verði betri.
Það eru pipar. Ekkert að vera feimið með piparinn. Og salt. Það búið til svona 8 sæmilega stórar bollur og reynum að þjappa þeim ekki rosalega mikið saman. Svo fara bollurnar í kæli í svona hálftíma áður en þær eru stektar. Það er til þess að þá verða þær þéttari og halda sér betur í stekingu. Þá eru bollurnar búin að vera í kæli í 30 mínútur og búin að þétta sig samkvæmt spænsku uppskriftinni. Svo ætla ég að steikja þær og svo láta það malla með þessari sósu sem fylgir. Og ég er búin að gera hana hérna klára. Og í þessari sósu eru laukur, hvítlaukur, tómatar, pínu sykur og þurrt hvítvín og salt og pipar. Og hún er búin að malla hér í 15-20 mínútur. Þannig að þetta er svona tómatsósa. Þá er olían orðin sjóðandi heitt. Og við skellum bollunum á. Og við ætlum að velta þeim mikið, þannig að við erum að fá það brúnaðar, steiktar á öllum hliðum. Nú erum við búin að steikja þær vel á nokkurn veginn á öllum hliðum og þá bætum við tómatsósunni góðu í. Svo lækkum við hitann og setjum lokið á og leyfum að malla í 10-15 mínútur. Þá eru spænskar albondigas bollur tilbúnar með heimatilbúinni tómatsósu. Þetta lofa góðu. Svo er að steinselja hér yfir. Þá er bara að smakka. Þetta er frábært. Virkilega gott. Jæja, Tony. Þú ert kallaður Tony en heitir fullu nafni Jónas. Jónas José Mellado. Mellado. Sko, einhvern tímann las ég nafnið þitt og Íslendingar vilja örugglega segja Mellado. Færðu það? Það passa. Ekki Mellado? Nei. 2 L, það þýðir jóð. Já. 2 L. Eins og Mallorca. Já, Mallorca. En þú kemur einmitt frá, sko, ekkert langt frá Mallorca. Þú ert frá Malaga. Já, ég er alveg á sunna. Já, fæddur og uppalinn við Miðjarðarhafið. Og... Í Mediterráneo. Já. Maður öfundar allir þessi hiti og sól og var ekki gaman að vera barn á Spáni? Jú. Þetta var mjög skemmtileg tíma. Já. Ég vinna mikið með Íslandinga og Englandinga. Já. Þetta var mjög skemmtileg. En hvenær kemurðu fyrst til Íslands? Ég kom fyrst 76. 76? Svolítið síðan. Já. En þú ert búinn að vera hérna nánast síðan? Þú ert búinn að vera... Nei, ég kom fyrst 76 bara nokkra daga. Hvað varst að gera á Íslandi?
Ég kynnstu bara kona mín Já. á Spáni. Svo við vorum saman 2 vikur og hún kom bara heim til Ísland. Varstu að elta frúna? Já. Plataðir þú hana svo með til Spánar eða ílengist eitthvað á Íslandi? Ég spyrja henni, langaði að búa á Spáni að pröfa. Já. Hún segi já strax. Auðvitað. Svo bara, við fórum bara út og búa nokkra ára og svo ég er búinn að vera að koma og fara. Svona, ég var 4 mánuði fyrst, 1 ár, senna skipti. Svo 98 við flyttum alveg. Já. Nei, fyrirgeði 88. Ég man eftir þér fyrst á Akureyri á veitingastað sem heitir Bleiki Fíllinn. Já, það passa. Ég var með barinn úti á Torremolinos. Svo einhver Íslandingur sem ég kynnti úti á Spáni. Hann sagði, akkur ég opna ekki Bleika Fíllinn hérna. Opna Bleika Fíllinn á Akureyri? Já. Hét hann Bleiki Fíllinn á Torremolinos? Já, Bingalifan. Já, ok. Svo ég pröfa. Það tók ekki mjög vel, reynda. Var alltaf að ég pröfa. Já. Ég er búinn að setja saman tapas og það er nú svona kannski svolítið bratt fyrir mig, Íslendinginn, að ætla að fara að kenna Spánverja hvernig ég búið til tapas. En hérna er allt hráefnið norrlenskt. Ég bakaði sjálfur rúgbrauð, mína uppskrift, og svo er norrlenska að framleiða frábæra hráskinku og svo er það osturinn ljótur. Ljótur? Sko, nafnið er ekkert sko til þess að... Ekki það marga. Ekki aðkallandi en hérna tómatur frá Hveravöllum sem ég er búinn að baka létt. Ertu til ég að taka þetta út fyrir mig og hvort að ég geti komist upp með þessa snittu á Spáni? Þetta smakar mjög vel. Þetta sleppur? Heldur ég geti opnað bara á Spáni og selt þessa? Ég held það. En þú ert búinn að vera í öllum störfum veitingahúsina. Þú ert búinn að reka stað, búinn að þjóna, og þú ert búinn að kokka. Hvað er skemmtilegast? Skemmtilega er bara að vinna. Já. Það er atriði. Hafa eitthvað að gera. Það er rétt. Svo vera saman með fólki, þjóna fólki. Þú getur þjóna fólki alveg frá borði eða frá inni eldhúsi. Já. Það er að þjóna fólki. Já. Alveg sama ef maður er ekki alveg bein fram að fólki. Já. Þú er að bakvið. Þú gera skemmtileg matu og fólki er ánægð. Þú er búinn að þjóna þessi fólki vel. Já. Og það er aðalatriði. Þú finnur þið það? Já, ég bara finnur það. Bara að þjónusta fólk. Já. Og gera vel. Langar þið til Spánar? Bara í sumarfrí. Ekki til þess að flytja aftur? Nei. Þú ert orðinn Íslendingur? Já. Þú ert orðinn Akureyringur? Já. Já. Akureyringur. Já. Já, og Íslandingur. Það er rétt. Heyrðu, en hérna ætlum við ekki að kíka á saltfiskinn. Nú erum við búin að taka út snittuna mína. Ég skal segja það fyrir þig. Það er henni. Jæja, Hallin. Bacalao. Bacalao. Allo pobre. Alla pobre. Alveg sama hvað við erum góða ríku fólki hérna. Nei. Þetta er svolítið litríkur matur. Mér eru fundist spænsku matur vera, hann er svo fallegur. Já, og bráða mikið. Já, bráða mikill og litríkur. Spánari er venjulega nota ráefni svona í 60%. Paprika, lauk, hvítlauk. Það notar rosalega mikið. Já. Hvítvíni líka. En hver er uppáhaldsmaturinn þinn? Hvað var í matinn á sunnudögum heima hjá mömmu þegar þú varst barn? Paella. Paella. Það er svona alþjóðaleg. Já, það er náttúrulega kannski bacalao og paella. Jú, bacalao svona milli viku, venjulega ekki sunnudag. Nei.
Paella var pínu spari. Já, það var svona skemmtileg. Það var svona smá serimóni að elda paella. Já. Svo fjölskylda koma saman eða vinir koma saman. Já. Byrja að búa til paella, fá sér glas og spjalla og það svona góða stund. Þetta rosalega spennandi. Ég held ég verið að smakka. Já, ég vona að bragðið verið betra. Flottur saltfiskurinn. Og appelsínan gerir svona mikið svona bjart bragð og ferskt. Þetta hentar vel fyrir Íslandinga. Þú sagði Íslandinga blanda mikið salta með sæta. Já. En eldar oft heima? Aðeins minna núna. Ég lifa að kona bara bjarga. Maður allan dagi að brasa með matu. Já. En eldið spænst heima eða meira spænst? Já, blanda. En hvað er uppáhalds íslenski maturinn? Svona ef við tölum hvað, soðin ísa eða slátur eða borðarðu svið? Nei. Ekki mikið í sviðunum? En þorramaturinn? Þorramatur og hluta. Já. Ekki hætt. Nei. Alveg, ég náði þér ekki ennþá. Þú sleppir þessu súra kannski? Já. Ég nýbyrjaður að læra að borða það. Núna finnst mér þetta orðið best, það er súrmaturinn. En það tók mig sko... Mörg ár. 30 einhver ár að læra það sko. Ég held að ég verða ábyggilega 60 ár. Já. Þá nú byrjum á því. Já. Heyrðu, Tóni, takk kærlega fyrir að elda fyrir okkur þennan frábæra saltfiskrétt og fyrir spjallið. Þá er mat og menningu lokið í þetta skiptið. Við sjáumst aftur næst. Verið bless. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Nettó. Nettó. Kræsingar og kostakjör. Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími. Vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tanginum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar.